Takk Gísli og takk fyrir mig. Þetta búið að vera mjög skemmtilegt í vetur. En sumarið komið í allri sinni dýrð og ef það einhver sem veit að sumarið tíminn, þá það Bubbi Morthens sem birti þetta myndband á Twitter á sumardaginn 1. Ef ég væri með haglabyssu núna, þá myndi ég fara út og skjóta. Ég myndi skjóta þetta veður. Ég myndi skjóta þetta helvítis Allavega. Íslensk ferðaþjónusta breyttist í skelfilega hryllingsmynd í vikunni þegar ástralskur ferðamaður vaknaði yfirgefinn í mannlausri og niðadimmri rútu við Sundahöfn. Konan öskraði á hjálp í hálftíma og komst ekki út fyrir til dauðaleit að neyðarúrgangi. Við erum sem sagt hætt að flytja fréttir af túristum sem kúka á víðavangi og byrja að fjalla ferðamenn sem gera í brækurnar af hræðslu. Ég segi svona, það gerist ekki, held ég. Og vegna þess að mannskepnan alltaf til í að finna frumlega leiðir til að tortíma sjálfur sér, þá stendur til að blanda saman tveimur mjög hættulegum hlutum og setja á markað. Og þá ég ekki að tala hvað í fjandanum það sem þeir eru að reyna að búa til þarna í Helguvík. Fljúgandi bílar eru að verða dauðans alvara því slóvakíska fyrirtækið Aeromobil ætlar að setja slíkan bíl á markað á þessu ári. Ekkert hefur hrætt mig meira en þessi frétt. En þar sem þetta síðasti þátturinn í bíli þá langar mig til að tala ákveðin þjóðfélagshóp sem verið stöðugt undir högg að sækja. Þetta fólk sem verið verið með allt á hornum sér og þó hróp þeirra ómi stöðugt í óravítum internetsins þá verðast fáir gefa þeim gaum. Ég að sjálfsögðu að tala Virka í athugasemdum. En ég ætla að segja ykkur litla sögu. Hún sönn og átti sér stað í vikunni. Þegar skemmtikrafturinn Sóli Hólm festist í nokkra klukkutíma í flugvél á Keflavíkurflugvelli ákvað hann að segja frá því á Twitter. Það var sem sagt vont veður og ekki hægt að setja landganginn á flugvélina. Allavega. Í kjölfarið hringdi blaðamaður Vísis í Sóla og úr var fyndin og skemmtileg frétt. Sóli lék á alls oddi í fréttinni og farði í stílinn eins og honum einum lagið. Þetta gátu Virkir í athugasemdum ekki sætt sig við. Sóli var kallaður öllum illum nöfnum í kommentakerfinu og sakaður væl fyrir það eitt að taka upp símann og svara spurningum blaðamanns. Þetta auðvitað langt frá því að vera einsdæmi. Ég og fleiri sem hefur starfað við að flytja fréttir og taka viðtöl fólk vitum að þessi hegðun að rakka niður viðmælandi fjölmiðla á internetinu byrjuð að hafa þau áhrif að sumt fólk nennir ekki eða þorir ekki að tjá sig opinberlega. Það má því segja að Virkir í athugasemdum sé ekki aðeins að skemma eigin mannorð, þeir eru að skemma internetið. En við þurfum ekki að gefast upp. Eina sem við þurfum plan. Sjálfur þekki ég að það getur verið mjög erfitt að koma frá sér orðum. Hér hins vegar heilbrigðisráðherra og hann að fara flumfrið. Ok, sorry. Þetta ekki gaman? Það meira. Loftslagsbreytingar, kynbundin linjamun, loftslagsbreytingar, kynbundin launamun. En það skiptir ekki máli hvað maður fellur mikilli hæð heldur hvernig maður lendir. Og nú þurfa Virkir í athugasemdum að lenda á löppunum. Tökum dæmi. Í staðinn fyrir að afskrifa ummæli Sóla sem væl þá hefði þessi, eflaust mæti maður, getað sagt: Ég skil ekki áhyggjur Sóla enda eru 2 til 3 klukkutímar ekki langur tími fyrir unga mann sem á allt lífið framundan. Ég vona að honum farnist vel í framtíðinni. Og í staðinn fyrir að gefa í skyn að segja eitthvað að Sóla fyrir að svara spurningum blaðamannsins þá hefði hún Kolfinna getað sagt: Ég vona að börnin hans Sóla hafi ekki haft stórar áhyggjur af föður sínum þar sem hann kom seinna heim en hann ætlaði sér. Ég sendi honum mínar bestu kveðjur. Og í staðinn fyrir að nota hástafi og hreinlega öskra á tölvuskjáinn þá hefði Guðbjörg getað hrósað Sóla fyrir að taka töfinu með æðruleysi enda sagði hann í fréttinni að tímarnir 2 höfðu liðið furðulega hratt. Þannig að þið sjáið kæru Virkir í athugasemdum að þetta vel hægt. Þið getið verið breytingin sem þið viljið sjá. Ef þið hættið þessu endalausa væli í kommentakerfunum þá aldrei að vita nema þið sjáið að þó fólk tjáir sig hluti í fjölmiðlum sem skiptir ykkur ekki máli persónulega þá algjör óþarfi að ráðast á viðkomandi. Og jafnvel þótt einhver tjáir skoðun sem ykkur finnst alveg út í hött þá þetta að draga andann djúpt,
skrifa athugasemdirnar sem átt að fara í komandi kjöri frekar á miða og tróða miðanum djúpt upp í